En ég búin að fá góðan gest til minn hér í stúdíó Suðurland FM. Hann heitir Aron Hinriksson og meðal annars í Hvítasunnu kirkjunni hér á Selfossi og með nytjamarkaðin líka. Sæll og blessaður, verstu velkomin. Bless og sæl, takk fyrir það. Herru, það mjög skemmtilegur nytjamarkaðurinn hér á Selfossi og hann í rauninni stofnaður af Hvítasunnu kirkjunni eða hvað? Já, við einhvern tímann árunni 2008 í nóvember. Já. Það voru bara svona velta fyrir okkur hvað við getum gert til þess að leggja eins til samfélagsins. Þetta var nú þarna rétt eftir hrun og allt að gerast í þjóðfélaginu hjá okkur og margir svona sem áttum sárt að binda. Já. Og þá, ég var nú einhvern veginn bara að keyra yfir helliseiðina og það allt í hennu skauti sér niður í kollin hjá mér. Það verður nú gaman að gera þetta. En maður spáir þá samt í því á sama tíma. Nú þetta svona fljótlega eftir hrun og kannski allir að draga saman einmitt seglina á sama tíma og það vöntun. Já. Hvernig gekk að fá þá verið reyn? Heyrðu, við höfðum ekki hugmynd hvað við vorum að fara út í. Nei. En það byrjuðum bara í 1 mánuð og fengum lána húsnæði í Kjarnanum. Já. Það sem í Tómasvæðinu þarna í Kjarnanum. Og þetta gekk bara svona ótrúlega vel. Allir tóku þvílíkt vel í þetta. Fyrst ætluðu við bara, fólki í kirkjun ætlaði bara svona safna saman dótinu og sér í kjallurum og hálóttum og svona. En þetta gekk svona svakalega vel. Og fólk tók vel undir og seldist vel þarna fyrsta mánuðinn. Og mér minnir að við geta gefið bara strúma 1 milljón eftir þann mánuð. Já. Bara vörum sem við seldum, sem fólk hefði gefið. Þannig við ákvæmum bara að halda áfram. Og vorum þarna áfram fyrstu mánuðina og við síðan svona farið í heldur við sem í 4. húsnæðinu núna. Já. Svona byrjuðum náttúrulega bara á því að vera það sem við fengum að vera fyrir lítið eða ekkert. Og síðan kom alltaf til þess að það var selt eða leikt dýrara en við erum komin sem þetta á Eyrarvegi núna og þessi marka þú búin að vera núna í 7. árið og hefur gengið ótrúlega vel sko. Já. Og komin til að vera. Ég vona það. Já. Allavega þetta óbúslega vinsælt. Það alltaf fólk að minni og stöðu strömmur af fólki bæði sem að að gefa. Sunnlendingar hafa verið mjög duglegir að gefa þangað og ég held að margir séu bara líka mjög þakkláttir fyrir að geta svona með góðri samvisku losa sig við hluti sem að tíma kannski ekki alveg að henda. Það væri eitthvað rangt við að fara með þið á ruslahaugana en á sama tíma ekkert pláss lengur heima og fólk vill gerðan losna við hluti. Ég veist að þegar maður með eitthvað sem maður losa sig við og það heilt. Já, það sko. Það á ekki heima í Sorpu. Það málið sko. Það málið. Og miklu betra einhver annar geti notið þess. Nákvæmlega. Og þetta svona ákveðin hringrás. Við tökum við hlutum, seljið þá fyrir lítið, þetta allt svona fyrir eitthvað ódýrt þarna hjá okkur, eða bara mjög ódýrt. Já. Og einhver kaupir það fyrir lítið og nýtur góðs af, hvort sem það eru föt eða húsgögn eða eitthvað annað. Og síðan notum við peningana til þess að styrkja góð málefni. Þannig að þetta fer allt í svona eina hringrás sko. Talandi það, einhver ákveðin málefni sem þið eru að styrkja eða veljið hverju sinni, hvaða málefni þið styrkið? Við erum með svona 2 meginpósta sem að við styðjum. Við styðjum hefur mikið starf ABC. Já. Mikið starf í Afríku, fátækur ekki þar. Síðan erum við með svona stuðning við fátækt fólk hér á Suðurlandi aðalega og við erum að útluta svona matarávísunum, þannig að fólk getur farið að keypt sér mat þegar það á ekkert á milli handana. Já, og það alveg ótrúlega stór hópur af fólki, meira segja bara í okkar samfélagi hér sem að þegar langt er liðið á mánuðin þá bara ekkert til, bara ekki neitt. Nei, þetta aðstæður fólks eru svo ólíkar og oft láglauna fólk eða atvinnulaust fólk eða fólk með þungheimili og þá ótrúlega gaman að geta örlítið stutt við það. Og því miður þá staðan oft þannig að fólk kannski þorir heldur ekki að sækja hjálpina. Já, það þannig og fyrir marga þetta afskaplega þung skref að koma og biðja um aðstoð og en öll lendum við í vandræðum eitt tímann ævina og vandræðin eru ólík og erfiðleikarnir eru misjafnir og það engin skömm í því að þurfa á einhverju tíma búin að leita sér hjálpar og þannig lítum við svolítið á okkur, við lítum ekki á okkur sem svona stofnun sem að heldur uppi framfærslu til lengri tíma fyrir einhverja. Nei. Frekar bara á erfiðu stund lífsins eða þegar hlutunum virkilega erfiðir og þá
getur fólk komið til okkur og fengið smá hjálp til að brúa bilið. Ég velti líka bara fyrir mér hvort að ég til dæmis vissi í rauninni ekki að þið sem sagt værið að gefa ágóðana af sölunni til góðgerðarmála. Nei. Ég hafði bara ekki hugmynd það. Okay. Ég var bara viðurkenna fyrir. Við svo sem hefum ekki sérstaklega mikið verið að blása það upp, sko. Það í sjálfu sér ekki tilgangurinn hjá okkur að vera eitthvað að auglýsa það neitt sérstaklega mikið. Nei. En bara gaman að geta hjálpað og geta orðið að liði í samfélaginu okkar. En hvernig það? Hafið þið endalaust pláss til að taka við vörum? Við höfum ekki endalaust pláss. Ekki lager á bakvið? Það er svona það er smá lager en hann er mjög fljótur að fyllast og en yfirleitt, þá getum við tekið við því sem fólk kemur með. Einstaklega sem segjum við bara því miður, þá bara getum við ekki tekið við þessu og það er allt fullt af akkurat þessari vöru eða þetta selst ítlavörum til þess alveg hægt að taka við túbusjónvarpum, þau bara seljast ekki lengur. Nei, ég skilu. Og en þetta byggir svolítið mikið á bara mikillir hreyfingu. Já. Hlutir koma inn og fara vondir hratt út og það er svona líka verðleggjum við þá mjög ódýrt, þannig að hlutir sé ekki að staldra of lengi við og ef langur liði tími þá kemur alveg fyrir að við þurfum að henda hlutum ef þeir seljast ekki. Er eitthvað komið til hérna á stórun Sandifjarðarbíl? Góðan daginn, við með bíl hérna fyrir utan? Oft á mörgursunum. Já, ok. Fyrir fólk sem ætlar að kíkja til ykkar með vörur og aðra sem ætlar að versla, hver er opnunartíminn hjá okkur? Heyrðu, við breytum á núna 1. september, styttum hann örlítið. Já. Og hann er núna klukkan 12 alla virka daga, 12 til 6 og 11 til 4 á lögutum. Okay. Þannig að það er alveg svona þokkalegu tími. Þá notum við mótnana, af því að við erum komin í svona stórt rými, þá notum við svona mótnana til þess að koma öllu í gott stand. Vegna þess að þetta er ekki eins og IKEA þar sem að verslunin bara pantar en það er vörur sem hún ætlar að selja og raðar þeim akkurat á sinn stað. Nei. Við fáum aldrei sömu vörurnar og þetta er alltaf rosalega mikil vinna að koma þeim vel fyrir þannig að allt líti vel út og sé reynd og fínt. Þannig að við þurfum svolítið smá tíma til þess að svona utanopnunum tíma til þess að raða því að löp. Svo líka ótrúlega margt fólk sem hefur bara virkilega gaman að því að fara á netjamarkaði að skoða. Algjörlega. Og svona kanna hvort þeir finna eitthvað og sjá eitthvað. Og þú veist, það er alltaf eitthvað nýtt sko. Og við fáum það er svona góðir kunnar sem koma mjög oft til þess að til þess að gramsa og skoða. Já, nákvæmlega. En þið eru líka með Facebook-síðu, það ekki? Jú, við ætlaði þess ekki bara netjamarkaðurinn Selfossi eða á Selfossi. Já, mér minnir það einhvern veginn. Já. Það allavega kemur fljótt upp. Já. Síðan náðu okkur einhvern veginn í lénið netjamarkaður.is frekar netjamarkaður.is, ég man það ekki einu sinni. Já. En það vísar inn á netjamarkaðshlutan á síðunni á kirkjunni. Ok, en fyrir svona þá sem að nennan og kannski ekki alveg að hreyfa sig úr spórunum sem eru alveg ótrúlega margir og nota Facebook, eru þau duglega að taka mynd af vörum og setja inn á Facebook? Það kemur alveg fyrir, við mættum alveg vera duglegri og það er svona stendur til. Já, ok. En það gerist og sérstaklega kemur eitthvað svona mjög sérstakt að þá skellum við inn núna. Og til dæmis að fá mjög flott píanó núna daginn. Rosa flott, við erum aðeins að bíða eftir verðmati en það er mikið spurt mynda fyrir hana, allir við leiknast þar. Það er komið inn í búð? Já, það er komið inn í búð en við erum ekki alveg verði sko. Nei, því mig það er ekki alveg til sölu strax. Skemmtilegt Aron. Takk hérlega fyrir að koma og segja okkur frá netjamarkanum. Ég hvet alla til þess að kíkja við hjá okkur, versla vörur og ég myndi að koma með vörur, ekki fara með í sorpu eitthvað sem er heillegt. Algjörlega, þú veist, ég heyri svolítið á starfsmennu Sorpu að við séum aðeins að sigla aftur inn í 2006-07 þar sem öllu var hent og skipt út. Já. Og það er ekkit rosalega góð þróun. Ég hef aldrei skilið það. Nei, ekki heldur. Og ég skil alveg að fólk vilji kannski að einhverju tíma búið endurnýja hjá sér og það er bara mjög gott mál en endilega leifum öðrum að njóta. Já. Það er óþarf að henda. Ég hef líka með stundum þegar ég farið inn á svona markað þá stundum klórum maður sér í hausnum af hverju er þetta hér? Akkurat. En þá takk ég fyrir mig þessuna tilæglast. Já, nákvæmlega. Og þetta er líka svo umhverfisvænt að vera ekki að henda öllu. Já, nákvæmlega. Þeir eru takk hérlega fyrir komuna og hvet fólk til að kíkja við hjá okkur. Frábært, takk hérlega.